Komið sælir og blessaðir, sportdrekarnir mínir góðu. Þá komið að ykkur. Ég ætla að biðja ykkur að meðan að ég er að græja hérna reykjelsi að hugsa eitthvað nánasta umhverfi. Það er að segja fjölskyldu, heimili og svona það sem að ykkur stendur næst og láta hugan hvarfla til vinnunnar ykkar ef þið eru með slíka, áhugamálana og svona það sem gleður ykkur, vinanna og síðan ef þið eru með einhverja mikilvæga persónu í huga að aðeins að láta hugan flögra til hennar líka. Ok, þá ætlum við að byrja bara aðeins að kíkja á hvað er í gangi hjá ykkur þessa dagana og á næstunni. Og það er eins gott ég stokki vel. Nú, jæja, þetta spil vill bara koma. Þið eru með samband í huga. Eitthvað sem að einhvers konar samning, samkomulag, samband. Getur verið rómantískum toga, getur verið vinasamband, vinnutengt. Samkomulag þar sem að tveir aðilar taka sér að gerast samningsbundnir. Ok, þetta er það sem að er efst í huga þér, kæri sportdreki. Síðan er það fjölskyldan og umhverfið, heimilið, svona það sem er ykkur næst. Þá fáið þetta fallega spil vor. Ok, það er kannski einhver plön sem varð á vorið eða bara útsprungið eitthvað í tengslu við eitthvað nánustu umhverfi. Gæti verið nýtt heimili eða nýtt barn á heimili. Hérna er líka verið að tala hrút, naut og tvíbura sem eru stjörnumerki sem tengjast vorinu. Þannig að einhver ný orka er í gangi, svona eitthvað sem er að springa út. Áhugamálin ykkar, vinir, svona ykkar ytri hringur, eins og við kallum það. Þar er einhver sem er ekki alveg eins og hann er séður. Einhvers konar svika og óheiðarleiki sem að er verið að tala hérna. Og það er bara að gera að hafa varan á, svona að vera með opin augun fyrir því og ef þið eru að fást við einhver mál þar sem að heiðarleikin þarf að vera upp á borðum. Verða það bara vakandi og skrifa ekki undir neitt sem að nema að lesa það vel. Einhver gæti hafa svikið einhvers konar vináttu eða vináttubönd hérna. Eða verið ekki jafn traustur og trúr vinur eins og þú átti von á. Sjáum kannski nánar á eftir hvað þetta er. Svo er það þessi mikilvæga persóna í lífi ykkar sem að ég bað ykkur að hafa í huga. Gæti tengst ást og rómantík eða einhverju öðru. Og þá kemur þetta fallega spil sem táknar kvennorku. Það gæti verið bara hreinlega kona sem að þið eru með í huga. Eða eitthvað tengt kvenmanni í ykkar lífi. Ok, svo er það óvænta elementið sem kemur kannski úr á einhverju átt sem að þið áttu ekki von á. Og þar fáið þið spil sem táknar stöðugleika, eitthvað sem endist, eitthvað sem er traust og gott. Það geta verið tengsl, samskipti, það geti verið eitthvað efnislegt. Eitthvað sem að dugar lengur en veturinn.
Þið sjáu hérna trjástofnin, þennan grófa fallega trjástofn. Það er verið að gefa til kynna hérna bara styrkinn í svona stórum trjám. Þannig að þetta er eitthvað sem á eftir að koma á óvænt. Ok. Höldum áfram. Þá er þetta þú, kæri sportdreki, og það sem þér var efst í huga áðan. Hér þetta fallega samband. Þar færðu gjöf. Að gefa og þiggja. Einhver sem gefur þér eitthvað, þú gefur einhverjum eitthvað. Áþreifanleg gjöf. Og að sjálfsögðu getur það bara tengst beint inn á að ef að þetta er gifting eða trúlofun eða eitthvað sem er verið að fagna, það er oft verið að gefa gjafir líka. En svo getur þetta líka verið bara þannig að þú sért að gefa einhverjum tíma þinn, hjarta þitt, eitthvað slíkt. En fallegt er það allavega. Nú vorið sem er í umhverfinu þínu, með fjölskylduna þína, eða heimilið þitt, skulum við segja. Já, þar eru samskipti og þetta eru samskipti sem að, svona ég myndi frekar segja, var að koma til þín, heldur en að þetta sér þú sem ert að eiga samskipti við einhvern, en samskipti eru nú yfirleitt á báða bóga. Þannig að þú gæti fengið skilaboð varðandi þetta vor eða þessa nýju byrjun. Nýtt upphaf á einhverju sem að einhver blessun fylgir. Því að þetta er afskaplega jákvætt. Svona jákvæð tilfinning sem kemur með þessum skilaboðum. Textaskilaboð eru vinsæl í dag. Getur verið líka símtal. Nú eða bréf. Er fólk ennþá að skrifa bréf? Veit það ekki. Svo er það umhverfið. Ytri hringurinn þinn. Það er að segja vinnan, áhugamálin, vinirnir. Þar sem einhver er ekki heiðarlegur. Já. Þá kannski bara ráða að reyna að ræða málin, annaðhvort við góðan vin, eða hreinlega þú veist hver þessi manneskja er, sem er að sýna af sér þarna, einhverja neikvæða hlið, að bara kalla á hana í spjall. Hvað sem það er, þá er allavega einhvers konar fundur hérna, á milli tveggja eða fleiri aðila. Þar sem er verið að efla tengslin, það er verið að ræða málin og rifja upp og fá nýjustu fréttir. Þetta þarf ekki endilega að vera eitthvað date á rómantískum nótum, þetta getur verið vinahittingur, þetta getur verið vinnufélagar að fara yfir hluti og hvort sem það tengist þessum óheiðarleika eða ekki, þá sýnist mér allavega eitthvað jákvætt vera í tengslum við þessar kaffibolla 2. Persónan sem að er hérna, persóna sem að er svona mikilvæg í þínum huga, sem að býr í þessari kvenorku. Það er manneskja sem að þú ert í sterkum andlegum tengslum við. Hérna eru svona ykkar æðri sjálf bara að tala saman á orkusviðinu. En einhver stað þurfa hlutirnir að byrja. Ef til vill er þessi manneskja farin og er ekki lengur hér í jarðlífi. En þú ert samt sem áður í samskiptum við hana á einn eða annan hátt.
Já, það er verið að tala hérna ráðleggingar, leiðbeiningar sem að þú ert ef til vill að sækja til þessari manneskju nú eða hún til þín. En hvað sem það er tenging á norða. Og mjög djúp tenging ykkar á milli. Ok, óvænt, þar sem er óvænt sem kemur á næstunni. Það er eitthvað sem að endist og verður sterkt og flott. Kemur kannski inn í lífið þitt eins og flugeldar, lýsir upp hlutina, allavega eitthvað sem er ófyrirséð eða óvænt, bara hérna styður þessu stöðu sem að þetta spilir í. Nú flugeldar eru afskaplega fallegir, þeir lýsa upp himininn og eru oftast notaðir í einhvers konar fögnuði og þá kemur mér strax í hug nýja árið, gamlárskvöld, nýársdagur, 13. hvort að þetta óvænta tengist eitthvað inn á það. Allavega verður það verða smá læti og smá ljósasjóf með þessu óvænta. Hvað skyldi það nú vera? Þá prófum við aftur að taka næsta spil og við vorum komin hérna með þessa fallega tengingu og gjöf. Svona það sem er þér efst í huga, það sem þú ert að hugsa mest í dag. Og þar færðu fjársjóð. Sko, þessi fjársjóður er falinn fjársjóður. Þú ert ef til vill ekki búin að uppgötva hann ennþá. Eða einhverju hluta vegna sérð hann ekki. Hann er hérna samt sem áður. Þú þarft bara að opna kistilinn og vera óhræddur við að skoða hann. Eitthvað við þessi samskipti hér eða þennan samning geti komið þér á óvart og verið bara hreinlega eins og falinn fjársjóður fyrir þér í ákveðinni manneskju, í ákveðnum samskiptum. Tenging á milli fólks getur verið ákveðin fjársjóður og það geta leita til annarra manneskju í blíðu og stríðu. Myndi ég líka flokka sem fjársjóð því að það er ekki allir svo heppnir að hafa slíkt í lífi sínu. En það sem þarf hérna er hugrekki til að finna fjársjóðinn og hleypa honum í raun og veru út, leyfa honum að blómstra. Enn sem komið er hann hulinn. Við sjáum það hérna, það er nótt. Sjáum hvað kemur í kjölfarið á þessu. Þitt nánasta umhverfi hérna, heimili og fjölskylda, skilaboðin sem að koma hérna með vorið, með nýjungarnar. Þar er verið að segja þér að halda ótrauður þeirri stefnu sem að þú ert búin að taka eða ert að fara að taka. Og það er verið að tala varðandi þennan hitting hérna. Eða þetta mót eða þetta spjall. Já, það á eftir að færa þér eitthvað jákvætt og gott. Þannig að stígðu bara skrefin áfram. Þið sjáuð kannski ekki, ég ætla að lyfta þessu spili aðeins. Það er hérna regnbogi eða við kíkinn sem er hérna merki gæfu og velgengni. Ok, þetta er svona mjög tákgrænt.
Áhugamálin, hittingurinn hérna, vinnan, skulum sjá hvað það er. Já. Það tengist inn á æskuna þína eða inn á börn. Það eru börn hérna að leik í þessum fallega garði. Og hér erum við að tala tengingu við barnæskuna, tengingu við fortíðina. Þannig að þessi hittingur geti verið eitthvað slíkt, þar sem að þú ert að hitta, eins og ég sagði á, einhvern sem að þú hefur ekki hitt lengi, eitthvað sem þarf að rifja upp. Og kannski hefur þessi aðili einhvern tímann sýnt af sér óheiðarleika eða verið einhver neikvæðni í gangi á milli ykkar sem að mér sýnist að horfi til betri vegar og verði bara bót á hérna með þessu spili. Ég tengi þetta við þessa mikilvæga persónu í lífiðinu og þessa sterku andlegu tengingu sem er hérna á milli ykkar. Mér finnst þau tengjast órjúfanlegum böndum, þessar 5 hérna báðar. Ok, en tökum eitt hérna von á mikilvægu manneskjuna. Ok. Þetta er manneskja sem að þú ert að fara að byggja eitthvað með. Þetta getur verið vísir að því að skapa eitthvað nýtt. Þetta getur verið vísir að því að byggja upp heimili, byggja upp atvinnu frá grunni. Og svolítið skemmtilegt sem ég ætla að sýna ykkur hérna að þessi 3 spil þau benda öll hér til hægri. Hann horfir hérna til hægri, strákurinn er hérna með kíki eða nei, hann er með teygjubyssu. Já. Hann er að skjóta hérna út úr spilinu til hægri. Og síðan kemur þessi arkitekt hérna sem bendir hérna beint til hægri. Þannig að þetta er svona eins og ferli sem tengist allt saman. Og verður skemmtilegt að sjá hérna loka útkomuna hvernig þetta verður. Þetta er greinilega einhver hittingur framundan eða samskipti sem að tengjast manneskju sem að bæði tengist þér sterkum andlegum böndum og væntanlega úr fortíð líka. Arkitektinn hérna byggir frá grunni og gerir fyrst plön, teiknar fyrst upp áður en hann fer í gang. Þannig að það getur líka verið vísbending um það. Kannski þarftu að gera smá skissu áður en að þú heldur af stað. Síðasta spili hérna sem kemur óvænt hérna á flugeldana. Það er loftbelgurinn sjálfur. Hérna aðeins að færa spilin svo sjáum hérna aftasta spili betur. Loftbelgurinn, hlutir sem eru í lausu lofti, up in the air. Já, flugeldarnir eru vissulega í lausu lofti líka. Þetta er bara verið að leggja áherslu á að þetta er eitthvað sem að verður, sem að kemur þér mikið á óvart. Hefur samt sem að traustan grunn og er sterkt. Og mér finnst aldrei eins og þetta sé hugmynd frekar en eitthvað annað. Sem er ennþá ómótuð en er sett fram bara á svona óvæntan máta. Kannski hugmynd ferðalag, þó að sé ekki endilega í loftbelg. Ekki margir kannski sem ferðast þannig í dag. En
ferðalag á einhverja slóðir sem að þú ættir ekki von á. Ok. Tökum eitt hérna enn. Sjá, fyrsta spilið fyrir þig og það sem er þér í huga. Já, þegar þú ert búin að finna annan fjársjóð, þá ertu með í hendi þér allt sem þú þarft til að gera bara hvað sem þér dettur í hug. Hvort sem það tengist þessum samskiptum, þessum samningi og þessari gjöf. Þú getur smíðað þér útbúið allt sem þú þarft. Þú ert með elementin hérna öll 4 þér innan handar og þá er bara að taka frumkvæðið og hefjast handa. Það er í raun og veru skilaboðin. Kannski er það fyrsta skrefið að samskipti komist á. Töframaðurinn hérna stendur fyrir samskipti. Umhverfið, heimilið, svona þitt nánasta, þegar að þú setur stefnuna bara og heldur af stað með það sem að er búið að vera hérna, koma hérna í skilaboðum og stígur sólin hérna inn og lýsir upp, já, bara allt lífið þitt. Sólin er lífsgefandi, kraftgefandi, björt og nærandi og hún tengist líka inn á börn og það sem er nýtt og það sem við byrjuðum hérna á vorinu. Þá er þetta eitthvað nýtt sem er að blómstra og taka völd í þínu lífi, inn á heimilinu þínu eða í þínu nánasta umhverfi. Og sólin horfir alltaf til framtíðarinnar. Þannig að það er eitthvað mjög bjart og gleðilegt í gangi. Síðan er það áhugamálin vinnirnir og fortíðin hérna, barnæskan eða börn sem eru hérna að tala saman. Þið gætu hafa þekkst sem börn. Hér takið þið áfram spjallið og finnið einhvers konar jafnvægi og það er verið að mynda hérna, hvað á ég að kalla það, bræðralag. Það eru aðilar hérna, þú og einhver annar sem eru að mynda með einhver svona vináttubönd, fóstbræðralag, einhvers konar sterka tengingu þar sem að, ég segi nú ekki kannski að þið séu að sverja einhverja eiða, en þið eruð að gefa loforð að hjálpast að standa saman og að vinna saman líka. Þetta hljóma næstu svona eins og hjónaband. Afsakið hérna braki í stólnum, en gæti líka verið einhvers konar annars konar samband. Mér finnst samt svona svolítið svona pínu svona sterkur hjónabands keimur á þessu öllu saman. Ok, og þá er það arkitektinn hér og það sem þið eruð að fara að byggja upp, þú og þessi kvennorka hér eða kvenmaður. Og það er bara óbilandi kraftur og að sigrast á erfiðleikum. Hafa styrka stjórn
á hlutum, á lífinu, á óskum ykkar og vonum til að gera að veruleika það sem að er svona svolítið búið að negla niður og ræða hér, að koma því í framkvæmd. Og þetta er þessi mikilvæga persóna sem ég bað ykkur að hafa í huga. Þið eru að fara að gera stóra hluti saman. Þetta spil tengist líka krabbamerkinu, stjörnumerkinu. En aðalmálið er að aðalmálið er að vera samstíga og fara í sömu átt. Þannig náið þið bestum árangri. Já, ok. Framhald á þessu óvænta. Loftbelgnum og flugeldunum. Þá kemur fíflið inn á sviðið og fíflið er konungur hins óvænta, þannig að þetta passa nú aldeilis vel. Bara let's do it, förum bara í loftbelginn og leggjum á stað. Þetta er bara að taka skrefið, taka sénsinn, smá fífldirfska, pínu óábyrgni, segir maður það, að vera óábyrgur. Já, bara gefa allt lönd og leið og halda áfram í áttina sem togar í mann, skulum við segja. Þetta var skemmtilegt. Það er eitthvað mikið óvænt að koma til ykkar. Ok, eitt spil enn. Látum okkur sjá. Þú og nei, eruð ekki að grínast. Nú verð ég aðeins að taka ofan af hérna. Þetta er svona það sem þú ert með í huga. Sambandið hérna og gjöfin. Já, og síðan er það bara önnur gjöf. Takk fyrir. Ok, 2 aðilar gefa hvort öðru gjafir. Ég veit að jólin eru eftir mánuð. Mér finnst þetta einum og típist til að vera það. Afsakið þetta, smá truflun, en allt í lagi, höldum áfram. 2-föld gjöf. Skiptast á gjöfum, 2 aðilar að gefa gjafir. Eða hreinlega að þetta sé bara staðfesting á hversu mikils virði þetta er sem að er hér að koma inn með samningum, með hringum, með fjársjóði og töframanninum sem að gerir bara það sem þarf til að hlutirnir fari af stað. Hann er náttúrulega göldróttur. Hann er göldróttur og ef við tengjum þetta bara við jólin þá að sjálfsögðu er það svolítið típist að þetta geti verið jólagjafir. Mig grunar að þetta séu annars konar gjafir sem er verið að gefa. Og það geti verið tími, geti verið eins og ég sagði áðan held ég ást og kærleikur. Allavega mjög fallegt og gaman að fá svona 2-falda staðfestingu. Þú ert kannski bara að hugsa jólagjafirnar. Þá er það umhverfið heimilið svona þitt nánast á það sem á sólin var komin. Og hér kemur spil sem heitir Þroskukona. Gæti verið að fjalla hérna konu sem er komin á léttasta skeiði. Nú eða þetta getur verið þú sjálfur, kæri sportdreki. Þessi kona á einhvern þátt í því sem er hér í gangi og getur verið einhver sem
stendur þér bara nær eða næst í fjölskyldunni. Það getur verið móðir eða systir eða einhver annar aðili sem að tengist þér sterkum böndum. Vinna, áhugamál eða vinir í ytri hring. Já, það hérna elskuðarnir. Og elskuðarnir í þessum spilastokki tákna bara elskuða. En ekki eins og í hefðbundnu taroti þar sem að oft verið að tala einhvers konar val. Ok, ef ég tek það saman, þá eru hér svik og umræður, samræður gætu verið sættir, fundur, varðandi börn, börn eða eitthvað sem tengist þinni barnæsku. Áðan var ég að tala hérna samning, fóstbræðralag, hjónaband, eitthvað slíkt, eitthvað þar sem að menn eru sammála að komast og gera hlutina vel og svo fáið þið elskuðarspili hérna ofan á það sem að ég túlka ekkert öðruvísi en bara afskaplega náin og falleg samskipti og kynni. Hvernig sem að það nú tengist inn á þetta. Ég ætla aðeins að koma að því á eftir. Ég ætla að klára hérna þennan umgang. Mikilvæga manneskjan í þínu lífi það verið að gera eitthvað hér opinbert. Það gæti verið til dæmis skipting sem að mér finnst þessi lögn lykta svolítið af. Eitthvað sem að komið hérna upp á yfirborðið og viðurkennt sem að áður var kannski ekki. Ef til vill eru einhverjir aðilar hérna að fara að flytja inn saman. Þessi tenging hérna við húsnæði, við arkitektúr og það. Eða ef til vill bara verið að kaupa húsnæði. Einhver stað þar sem að svona opinber yfirvöld koma að. Og í tengslu við þetta hérna spil þá gæti þetta meira en ekki verið það. Að samband sé að þróast hérna og verða að einhverju meiru eða það sé verið að taka hérna einhver skref. Svo það óvænta hérna, fíflið og allt hitt, flugveldarnir og loftbelgjirnir og þar kemur barn. Ok. Við erum aftur búin að fá, áður búin að fá börn hérna í þessari lögn. Hver veit nema það óvænt að verði barn í fjölskylduna. Eitthvað óvænt sem tengist barni. Nú eða að þetta séu aftur skilaboð barnæskuna. Að einhver sem að þú hefur þekkt hérna áður sé að koma inn í lífið þitt á þennan óvænt og skemmtilega hátt. Hvað sem það bara yndislegt og ég ætla að ljúka þessu með því að færa ykkur hérna einn engil. Engill fyrir sportrekan. Og það engill sem heitir tilfinningaleg heilun. Leið og hjartað þitt losnar við gamlan tilfinningalega sársauka eða tilfinningasársauka, þá tekur þú við blessunum og kærleik. Það að segja gamall sársauki sem grær og nýjar fallegar tilfinningar sem koma inn. Ef ég tengi þetta við það sem á undan sagt, þá lofar þetta afskaplega góðu varðandi þig, sportreki góður og einhver aðra manneskju, þar sem að einhver mikil heilun verður og fallegt samband í kjölfarið. Ég óska bara allsins besta með þetta. Kæri sportreki, ljós og kærleikur.